Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl. Við erum núna að fjalla hvernig fórnir Gamla testamentisins voru skuggamyndir þess sem Jesús gekk í gegnum fyrir okkur. Og síðast þá ræddum við syndafórnin og nú er það sektarfórnin. Jesús íklæddist ekki bara kirtli okkar og öllu sem honum fylgdi af okkur sjálfum, heldur íklæddist hann einnig því sem við erum núna og gerum núna og því sem við komum til með að gera. Það hörmulega er að við höldum áfram að syndga. Þess vegna er sektarfórn nauðsynleg. Jesús er þessi sektarfórn því að í síðara Korinthbréfi 5:19 segir: Hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttargjörðarinnar. Og í Kólussarbréfinu 1:14 segir: Í honum eigum við endurlausnina fyrirgefningu synda vora. Þetta þýðir að sektarfórn Jesú felur í sér fyrirgefningu fyrir hverja þá synd sem við höfum drýgt og hverja þá synd sem við drýjum núna og í framtíðinni. Göngum því með djörfung að hásæti náðarinnar til þess að við öðlumst miskunn og hljótum náð til hjálpar á hagkvæmum tíma, segir höfundur Hebreabréfsins í 4. kafla og 16. versi. Ef við játum syndir vorar þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. 1. Jóhannesarbréf 1:9. Guð fyrirgefur okkur syndirnar en hið stórkostlega er að hann minnist þeirra aldrei framar, samanber Hebreabréfið 10, 14 og 17. Fórnir Gamla sáttmálans gátu ekki komið þessu til leiðar. Blóð fórnadýrsins gat aðeins hulið það sem síðar skildi dæmt og rutt úr vegi. Þegar við syndgum gerir hinn heilagi andi samvisku okkar það ljóst, en hann fordæmir okkur ekki. Hann krefst þess heldur ekki að við fordæmum okkur sjálf. Hinn heilagi andi minnir okkur þess í stað á fullkomnað verk Jesú og hvetur okkur til að hagnýta ávöxtin af þjáningum hans dauða og upprissu með því að játa synd okkar og biðjast fyrirgefningar sem tilheyrir okkur á grundvelli blóðsáttmálans við Guð í Jesú Kristi. Það er mikilvægt bæði fyrir Drottinn og okkur sjálf að lamandi kraftur fordæmingarinnar ná ekki að binda okkur í þrælkun. Þess vegna segir í orðinu að það sé einnig nauðsynlegt að gera upp sakir við fólk sem við höfum skadað eftir því sem hægt er. Í Mattheus 5:23 er þetta orðað á eftirfarandi hátt: Sértu því að færa fórn þín á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn og koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn meðan þú ert á veginum með honum. Páll minnir okkur á þetta sama í Efesbréfinu 4:26-27. Ef þér reiðist þá syndgið ekki, sólin má ekki setjast yfir reiði yðar, gefið djöflinum ekkert færi. Ef við höldum fast við reiðina breytist hún í innri biturleika sem herðir hjartað. Rót biturleikans getur orsakað sálrænar og líkamlegar truflanir, svo að það getur kostað okkur miklar þjáningar að vanrækja að koma fram fyrir hásæti náðarinnar á réttum tíma. Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávað og lastmæli vera fjarlægt yður og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir að fyrirgefa hver öðrum eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Efesbréf 4, 31-32. Í Jakobsbréfi er talað hvernig henni trúuðu eiga að hegða sér til þess að halda andlegri og líkamlegri heilsu þegar eitthvað fyrir úr skorðum. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftug bæn réttláts manns megnar mikið, og þetta er í Jakob 5:16. Sá sem trúir hefur öðlast rétt til að útheimta fyrirgefninguna sem Jesús gerði mögulega með sektafórn sinni. Í honum, fyrir hans blóð, eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vora, svo auðug er náð hans sem hann gaf oss ríkulega með hvers konar vísdómi og skilningi, Efesbréfið 1:7-8. Þökk sé Guði, við þurfum ekki að nema staðar við þetta og vaka yfir fótfestu náðarinnar sem okkur var gefin með synda og sektafórn Jesú.
Brennifórnin. Hinar fórnirnar sem við höfum staðnæmst við tala til okkar að ganga með Drottni í stöðugri endurnýjun í ljósi orðs hans. Brennifórnin, matfórnin og heillafórnin í Gamla testamentinu eru fyrirmyndir að hinum andlega veruleika sem nýji sáttmála með Drottni boðar sem sjálfviljugar fórnir sem tjá löngun hjartans eftir stöðugri og meðvitaðri samveru með Guði föður. Eins og við munum var brennifórnin hrein Guðsþjónustu fórn, tjáning kærleikan til Guðs og leið merki löngun til helgunar. Brennifórninu var fórnað allri og inniblín og fæturna átti að þvo í vatni. Það sem var innst var skoðað og allur skrokkurinn lagður á norðurhluta altarisins. Jesús var krossfestur í norðurhluta Jerúsalem. Hann gaf sig algjörlega Guði. Ég stigið niður af himni ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sem sendi mig, Jóhannes 6:38. Minn matur að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og þetta segir Jesús í Jóhannes 4:34. Páll skildi að Jesús var raunverulega brennifórn okkar því hann skrifaði: Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. Efesubréfið 5:2. Það sem Jesús fórnaði sér algjörlega án þess að halda nokkru eftir ber okkur að gefast honum. Því brýn ég yður bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálfa yður að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðsdýrkun við hendi. Hegðið yður eigi eftir öll þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugafarsins, svo að þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Og þetta er Rómarbréfið 12, fyrstu 2 versin. Hér er ekki átt við skammtímafórn, heldur stöðuga undirgefni, stöðuga göngu í ljósi Guðs orðs. Jesús kom ekki bara til að bjarga okkur á neyðarstundum lífsins, heldur til að lifa lífi sínu í okkur. Vitið ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin. 1. Korinthubréf 6:19. Sem brennifórnir látum við skoða það sem býr innra með okkur og segjum með sálmaskáldinu: prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Þetta er úr 139. sálmi, 23. og 4. vers. Aðra texta brennifórnirnar er að finna í sálmi 40, 6-8, Efesusbréfið 5:2 og Hebreubréfinu 9:10. Og þá er það matfórnin. Þessi fórn í Gamla testamentinu hefur ljúfa merkingu. Allt talar gagngeran hreinleika, smurningu og að gefa sig óskoraðan í kærleika. Fórnin var á fínu mjöli gegn bleitti olíu. Jesús líkti sjálfum sér við hveitikort sem lagt í jörðina og deyr og ber þess vegna mikinn ávöxt. Jóhannes 12:24. Hann segir einnig: ég er brauð lífsins og mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Þetta er það brauð sem steig niður af himni. Jóhannes 6, 48, 57 og 58. Hann er matfórn okkar, hann er brauð lífsins, brauðið sem við þörnumst fyrir lífsgöngu okkar og þjónustu. Það mátti ekkert súrdeg vera í matfórninni, ekki heldur hunang. Súrdegi táknar fals og synd og hunang holdlega nautn. Jesús þekkti ekki synd og hvað varðar holdlegar nautnir, þá átti hann ekki einu sinni eigin stað til að hvíla höfuð sitt. En Jesús var smurður með heilagri olíu, hann var fullur af heilugum anda, hann beygði sig algjörlega undir Guðs vilja, hann gekk gjörði gott og græddi alla sem að djöflinu voru undirokaðir, segir í Apóstolasögunum 10:38. Það er þetta óskipta afsal til Guðs í ótakmarkaðri þjónustu sem matfórnin táknar. Matfórn er þetta að geta stöðugt sagt: ég gef þér allt og geng þann veg sem þú hefur boðið. Ég vil fylgja frelsaranum alla leið, ég vil ganga þann stíg sem hann hefur gengið fyrir mig, ég vil þjóna honum hér því að hann er besti vinnu minn, ég vil fylgja frelsaranum alla leið. En matfórnin var söltuð, ganga okkar með Drottni á að hafa áhrif á heiminn svo að eftir verður tekið. Hinn kristni er sem sagt salt í heiminum þegar hann gengur í krafti heilags anda, því að andinn vendar okkur gegn því sem ásækir holdið og leiðir til glötunar. Saltið eyðir niðurífandi kröftum syndarinnar. Þegar sá sem trúir lifir í heilagri tilbeiðslu og innilegu samfélagi við Guð, hefur hinn innri maður stjórn yfir heilbrigði lífsins með því að leita stöðugt af því sem Drottni tilheyrir
og lætur ekki flækjast í jarneskum hlutum og smitast af þeim, í heiminum en ekki af heiminum. Heillafórn. Þessi fórn var af öðrum toga. Af áðurnefndum fórnum fékk Guð sinn hluta á presturinn sinn, en nú fékk sá sem fórnaði og fjölskylda hans að vera með í gleðiríkri máltíð sáttmálans. Presturinn, sá sem fórnaði og fjölskyldur beggja, settust niður í garði tjaldbúðarinnar til að halda veislu. Guð hafði fengið heillafórn sína og nú gladdist fólkið sem fjölskylda Guðs. Máltíðin er ímynd fyrir samfélagið þegar það er sem best. Heillafórn táknar samfélagið milli föðurins, sonarins og fólksins sem hefur komið í hús föðurins. Allar hinnar fórnirnar leitu til heillafórnarinnar. Þegar hún var borin fram í tjaldbúðinni gerði presturinn ásamt lofgjörðafólki krossmark yfir fórninni. Krossin er endapunktur allra synda og leið vendipunktur. Fórnin var síðan gefin þeim sem fórnaði sem blessun yfir að fá að halda máltíð í húsi drottins ásamt presti, ættingum og vinnum. Heillafórnin var eina fórnin sem fórnandinn fékk að borða af ásamt þeim sem glöddust með honum. Fórnarkjötið var borðað með bæði sýrðu og ósýrðu brauði, síðan nefnda var gegnbleitt í olíu. Er þetta ekki tákn fyrir tengslin sem Páll getur í vitnisburði sínum í Galatarbréfinu 2:20-21? Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðu, sem verður fyrir áhrifum á súrdegi heimsins, lifi ég í trúna Guðs son sem elskaði mig og laði sjálfans í sölurnar fyrir mig. Ég ónýti ekki náð Guðs, ef réttlæting fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristur dáið til einskis. Með öðrum orðum, jafnvel þó við höfum syndgað vegna veikleika holdsins, fáum við sæti okkar í samfélagi gleðinnar og fyrirgefningarinnar gegnum þjónustu æðsta prestins, Jesú, við hásæti Guðs. Og við fáum að eta hið hreina ósýrða brauð sem er gegnbleitt í heilagri olíu. Hinn heilagi andi er ein himneska olía gleðinnar sem fyllir hjört okkar friði og gleði. Sá sem játar Jesú, sem frelsar á drottin, fær syndir sínar afmáðar fyrir krossin og fær hlutdeild í guðdómlegu eðli gegnum hinn heilaga anda, síðara Pétursbréf 1:4. Þegar við urðum viðskila við Guð vegna syndarinnar lifðum við lífinu án friðar og gleði. En fyrir blóð Jesú höfum við komist í nálægð Guðs, við fáum að seðja okkur við borð hans og halda samfélag friðarins við alla í endurleistri fjölskyldu hans, lofaður sé drottin. Horfið fram til brúðkaupsmáltíðarinnar. Jesús hefur fullkomnað lögmálið. Hann vakir nú sem æðsti prestur yfir erfðarétti okkar í himnesku hásæti sínu. Vegna fullkomnaðs verks hans erum við erfingjar Guðs og samarvar Krists. Áður en þjáningar Jesú hófust, sagði hann við lærisveina sína: Hjartanlega hef ég þráð að neita þessar páskamáltíðar með yður, Lúkas 22:15. Á meðan á þessari máltíð stóð, fór hann að hlakka til næstu máltíðar með þeim, nefnilega brúðkaupsveislunar á himnum. Þá munu menn koma frá austri og vestri, frá norðri og suðri og sitja til borðs í Guðs ríki. Lúkas 13:29. Og þá lýkur lesturinn í dag. Guð bless ykkur. Heyrumst í næstu viku. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn er skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.